þá ætlum við að víkja sjónum norður í land. Það kemur fyrir að ég hringi fólk á Akureyri í mínum gamla heimabæ, þar sem að ég bjó nú í aldarfjórðung og við heyrum það stundum hér á samstöðinni að við séum eðlilega dálítið höfuðborgar miðuð. Því oftast viljum við náttúrulega fá fólk hér í settið, við viljum fá fólk hérna inn í stúdíóið til okkar til þess að spjalla og eðlilega þá auðveldara að fá fólk sem býr hér á höfuðborgarsvæðinu til okkar heldur en fólk sem býr út á landi. En stundum notum við Zoom-tæknina eins og við ætlum að gera í dag og ég ætla að heyra í Skafta Hallgrímssyni, ritstjóra helsta frétta vefjar á Akureyri. Hann heitir akureyri.net, sá ágæti miðill. Heyrirðu í mér, Skafti? Já, ég heyri þér, Bjössi, og mér sé þig hérna í símanum. Sér mig líka. Heyrðu, gaman að þetta er sjónvarp. Gaman að að heyra í þér og sjá þig, Skafti minn. Hvað er að frétta í bænum fyrir norðan? Ef við lítum út á gluggann hérna, þá er nú sennilega bara aðal frétt dagsins, eða svo skemmtilegast að það er sumarið kíkti hér í heimsókn í gær og er hér enn statt. Það kíkir við annars slæðin nefnilega yfir vetrartímann svona til að bara tjekka á okkur held ég, hvort það sé ekki allt í standi. Já, ég veit að þið veist nú ekki leiðilegt að ræða blíðviðri fyrir norðan en ég verði að viðurkenna það að þú hefur nokk til þíns máls núna því ég sá alveg ótrúlega svona stillu myndir af bænum í gær sem að speglaðist þarna í pollinum með mögnuðum hætti þegar voru að birta mjög fallegar myndir. Var það alveg söguleg blíða í gær og er hún kannski enn í dag? Nei, ekki söguleg svo sem, en þetta var bara mjög fallegur dagur í gær. Það var nú daginn og sennilega mjög gott gluggaveður, það er ekki mikil hiti þegar þú kíkir á mælinn, en sólin er björt og heit eins og hún á til. Og veðrið er bara óbúslega gott og fallegt og dagurinn í gær var mjög falleg og Rakel Hinriksdóttir einmitt rölt bæinn og tók þessar myndir sem hún varst að vísa til áðan, þannig að svona bærinn og pollurinn eiginlega urðu eitt. Já, runnu saman í eitt, einmitt. Runnu saman í eitt sem var óbúslega fallegt. Þetta gerist auðvitað oft og það er aldrei leiðilegt að sýna það en einmitt. Já, þetta er mjög fallegir dagar núna. Já, en mér finnst ég hafa séð af því fréttir í vetur, Skafti, að veðrið hjá ykkur hafi hreinlega verið of gott og þá er ég að vísa til þess að hefur ekki verið messufall stundum í, hvað var það, skíðasnjó í Hlíðarfjalli? Jú, það hefur verið mikið það hefur verið töluvert vesen og það er stundum hefur verið góður snjór, bæði sá sem að náttúran útvegur okkur og svo þessi skothríð úr byssólum eins og ég kalla hana stundum en svo er bara veðrið verið þannig að það hefur verið hvasst og hlýtt þannig að þessi fíni snjór hverfur fullfljótt þannig að það hefur verið mikil vandræði í fjallinni í vetur og ekki verið mjög mikið opið, allt og lítið. Já. Ég hef ágætis mælitæki það hérna á heimilinu, kona mín er mikil og dugleg skíðakona. Ég er nú hræddur að þetta sé einn þeirra vetra þar sem að hún helst, hvað ég var að segja, styrktaraðili Hlíðarfjalls. Ég held að sé ekki margir dagar sem hún reynt sér á skíðum í vetur. Nei, og nú er náttúrulega framundan eiginlega stærsta stund Akureyrar í ferðaþjónustu ef sumrin eru undan skilin, það styttist í páskana og þið hafi náttúrulega, veit ég vel eftir að hafa búið þarna allan þennan tíma, þá gerið þið náttúrulega allt hvað þið getið til þess að fá fólk til ykkar í leikhús, á skíði páskana og þannig að það er mikil vertíð framundan og veldur á miklu að þú hafir skíðasnjó í fjallinu, ekki satt? Já, mjög mikið. Þannig að við menn, þeir sem að standa í því, þeir eru auðvitað reyna að höfða til sem flestra og fá það til að koma norður. Já. En það veltur nú dálítið mikið eins og oft áður á gamla manninum á efstu hæðinni. Bara þeim Guði almáttugum sem sumir kalla svo. Já. Sem sér veðrið, er það ekki? Jú. Það er hér oft sögulega mjög gott veður páska. Já. En
hvað ég að segja, hver veit, við bara vonum það besta, krossu fingur og vonum það besta vegna þess að þegar hér gott veður, páska, fallet veður og fullu bara fólki, þá þetta bara gaman að vera til. Bæði fyrir okkur sem hér búum og gesti, það er dásanlegt oft hér páskana. Já, ég eftir að ég flutti Suðurskaftið þá, ég nú mjög sáttur sko við vistaskiptin en það að En sko það að vera þegar ég var 5-7 mínútur að frá því að ég tók ákvörðun að fara á skíði og var komin í brekkurnar upp í Hlíðarfjalli, það er eitthvað sem að ég mun alltaf sakna. Þetta er einn af þeim punkti sem að ég, eða mögulega margir og flokkum eru með á þessum góða lista yfir þau lífsgæði sem að fylgja því að búa hér. Ég hafði líka vistaskipti fyrir rúmlega 20 árum fluttið þá tilbaka og aftur heim og líka mjög sáttur við það. Menn hefur náttúrulega að vera sáttir það sem þeir eru. Allir sáttir. Þetta er eitt af því sem að skiptir mjög miklu máli. Já. Það eru lífsgæði eins og þú segir að ákveða að skjótast á skíð og vera komin búin að festa á sig spýturnar og vera farin að renna sig bara eftir nokkra mínútur. Eða ganga á skíðum. En svo hef ég heyrt núna Skafti í nokkrum akureyringum sem tellið að lífsgæði að kaupa sér brennivín í miðbænum. Já, mér skilst það. En þeir hafa tapað því stríði, ekki satt? Já, við erum í 603, ég býr norðan Glerár. Já. Við erum búin að taka yfir áfengisverslun í bænum. Þetta er nú svona dálítið skondið, við höfum fjallað dálítið mikið um þetta. Að sem sagt ríkið er flutt þarna norður í það sem heitir Norðurtorg sem er svona ný verslunarkjarni nyrst í bænum. Hvað er þetta marga kílómetra frá miðbænum cirka? 5? Já, allir það ekki. 4-5, eitthvað svoleiðis. En það er kannski skiptir nú ekki öllu máli, en þetta er samt svolítið sérstakt að það skuli ekki vera vínbúð í miðbænum. Þetta kemur ekki við mig neitt persónulega, ég hef löngu hættur að stunda viðskipti við þetta fyrirtæki. Já, við hefum það sameiginlegt. Við hefum það sameiginlegt, en þetta er svona óþægilegt, væntanlega. Já. Fyrir marga, kannski ferðamenn eða fleiri, en við birtum einmitt 30 vikunni að það við tókum saman Akureyri og bánum saman við höfuðborgarsvæði, að það eru flestir íbúar á Akureyri sem sagt flestir kúnnar per búð per vínbúð eru á Akureyri. Það eru færri á hverja búð í Reykjavík en ÁTVR svaraði því til þegar við forvitumst þetta að það væri ekki fjárhagslegur grundvöllur fyrir 2 vínbúðum á Akureyri. Nei. Akkur þurftu þeir sko að fara þarna norðar, akkur gátur ekki bara verið áfram í miðbænum? Þeir hafa lengi verið að leita betra húsnæði, þetta var ekki hentugt húsnæði og þeir hafa reyndar síðustu 20 ár held ég verið að reyna að finna annað húsnæði, buðu út fyrir nokkrum árum en fengu ekkert fengur ekki tilbúð sem voru ánægð með, fengur loksins þarna gott húsnæði, þetta er prýðilegt húsnæði, hátt til loft og vítt til veggja, eins og ég sagði, en hefði nú sennilega átt að segja kannski hátt til loft og vín til veggja í fyrirsögn. En já, mjög gott húsnæði, en það eru margir ansi vonsviknir og meðal annars bæjaryfirvöld, ég sá Hafdís Rástildi að hún bæjarstjóra að bæjaryfirvöld eða miskuti hún hefði gjarnan vilja að verslunin yrði í miðbænum. Já. Það er auðvitað mun lengra fyrir þá sem að búa syðst og efst í bænum að skjótast í ríkið, en við skulum sjá til, menn kannski vennist þessu bara eins og öðru. Og það hefur svo sem verið mjög þægilegt fyrir Reykvíking sem hefur flogið norður segjum og býr á Hótel Kea einhverstaðar þarna á miðbæjarsvæðinu að geta gengið þarna út í vínbúð og náðu sér í eina hvítvínsflösku. En ég get nú ekki sagt að persónulega svo sem harmi ég þetta hlutskipti mjög mikið þótt ég átti mig á hagsmununum. En það er annað sem að var ekki byrjað að neinu marki þegar ég bjó
á Akureyri, það voru svona beinflug út fyrir landsteinana og þar hef ég tekið eftir því síðustu misseri að það mikil gróska og ykkur núna bjóðast alls konar möguleikar á beinuflugi til annarra landa sem þeir hljótið að fagna verulega, ekki satt? Jú, mjög. Þetta einhver mesta breyting, einhver mesta lífsgæðaaukning sem hefur orðið hér mjög lengi. Já. Ég talaði lengi það, þetta var í rauninni eina sem ég saknaði síðan ég bjó fyrir sunnan, að geta ekki ákveðið stuttum fyrir að vera að skjóta til útlanda og þetta auðvitað, þetta gífurleg breyting. Já. Gífurleg breyting, ekki síst að EasyJet flýgur hérna 2 í viku, bæði til London og Manchester í Englandi. Já. Þetta svona fastipunkturinn, en svo eru fleiri, það hér einu sinni í viku flogið frá Akureyri, milli Akureyri og Zürich. Það flogið til Amsterdam í Hollandi, til Rotterdam. Þannig að já, þetta gífurlega breyting. Að geta farið hér og sem sagt skotist inn á völl og verið komið til England, segjum það, til 2,5-3 tíma og ekki síst þegar þú kemur heim. Þú lendir og ert komin heim í inniskona eftir hálftíma. Í staðinn fyrir að þú tekur að minnsta kosti 1 dag til þess að koma til Keflavíkur og annan dag jafnvel heim, vinnutap, kostnaður, allt sem þessu fylgir. Og það einhver. Þetta er alveg ótrúlega breyting. Ég hef prófað þetta sjálfur og margir, þetta verið mjög vel nýtt til dæmis hjá EasyJet, betur en þeir í sjálfur sér þorða vona sjálfur. Þannig að þetta er gífurleg breyting og ótrúlega gott fyrir okkur hér, svakalega. Þetta er frábært og þetta er mjög stórt skref og ég tek undir það að þetta var bras, stundum þurfti maður að gista 2 aukalegar nætur, keyra að norðan ekki síst yfir vetratíman, suður, gista þar fyrir flug og svo aftur þegar þú komst tilbaka sem að gat þýtt það að kostnaðurinn bara við það, hann var jafnvel meiri heldur en sem nam utanlandsferðinni sjálfri og tíminn náttúrulega sem fór í þetta, hann var mikill en þið hafið semst eins og þú segir, þið og norrlendingar, þið hafið verið duglegir að nýta ykkur þessa þjónustu, er góð nýting alla jafna í þessi flug? Já, mjög mikil nýting, eins og ég sagði, betri nýting hef ég heyrt heldur en EasyJet í sjálfu sér gerði ráð fyrir strax og líka mjög góð nýting utanfrá, englendingar eða farþegar þaðan hafa nýtt sér þetta býsna vel, mér sagt. Og það náttúrulega eins og alltaf við sagt mikið vill meira og þetta yfir veturinn. EasyJet hefur ekki flogið ennþá yfir sumartíman og hefur borið við að þeir getur henni ekki boðið sínu fólki gistingu hérna yfir sumarið. En það góða við það að hér að rjúka upp hótel. Það að bætast við fjöldi hótelherbergja bara as we speak, eins og við segjum, og allra næstu misserum. Þannig að vonandi verður það einhverja ægileg lúxushótel það ekki líka einhverjar sérstaklega elegant byggingar eða hvað? Jú, það að til dæmis út á Grenivík er að rísa mjög gott og flott hótel og hér í bænum það að koma Hilton Hótel Akureyri sem var hefur stækkað ört og enn að stækka og svo í pípunum að rísi hótel við Skógarböðin, þann mjög vinsæla stað hérna handanfæri eða yfir rætur Valaheiðar. Þannig að þetta er mjög spennandi, hvað að segja, mjög spennandi og verður von til þess að hér fjölgi ferðafólki enn og að við getum farið að fljúga yfir sumarið líka með EasyJet. Það eru nefnilega mjög margir sem að nýta sér, veit ég bæði náttúrulega að skjótast til Englands kannski í helgarferð eða eins og ég hef gert núna, Akureyri.net fór í samstarfi við ferðaskrifstofu og ég hef farið með hópa á fótboltaleiki beint til Liverpool sem er þetta gífurlega gott og mikil breyting frekar en að þurfa að fara suður og skreppa á leik. Og það eru mjög margir sem að nota þetta
millilenda annarkvort í Manchester eða Gatwick til að halda áfram eitthvað suður í álfu. Mjög margir. Ég heyri það að það hefur allt snúist bæjarbúum á sveif eftir að ég flutti burt. Já, ég ætla nú ekki að setja saman sem ekki þar á milli endilega, en það já, margt hefur, er það ekki nútíminn á ekki alltaf að breyta smá saman til góðs, og kannski staðan sé nú ekki alls þar í heiminum, svo akkurat núna, en það það er margt jákvætt hérna að gerast núna. En nú er aðeins of mikil sókn í húsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu eins og þú hefur náttúrulega fylgst með. Gætu þið tekið eitthvað af yfirfallinu sem er hér? Eru atvinnumöguleikar sæmilegir fyrir norðan og er til húsnæði fyrir þá sem að myndu kannski vilja róttaka ákvörðun og slíta sig upp hérðan og fara að búa hinu bjarta norðri? Staðan í því núna akkurat, og það hefur ekki verið til nógu mikið af íbúða húsnæði, satt að segja, en það nú samt töluvert í byggingu og bærinn að stækka, en það hefur ekki verið kannski aðalega vantað lítið húsnæði fyrir ungt fólk eða þá sem eru kannski að kaupa í fyrsta sinn. En við höfum verið að skrifa það að núna akkurat, undanfarið og akkurat núna óvenju mikið til af atvinnuhúsnæði hins vegar. Mikið af svokölluðum iðnaðarbilum eða þannig húsnæði. Það har svona verið svolítið vangaveltur eða einhverju hugmyndir að fólk geti hugsanlega nýta sem íbúðarhúsnæði, búið þar, en það ekki leyfilegt og verður ekki, sýnist mér, en eins og veist, þá í Reykjavík og víðar, þá þetta orðið þannig að fólk hefur búið töluvert í, sérstaklega kannski gömlu iðnaðarhúsnæði, hefur verið breytt í íbúðir sem mjög skemmtilegt að mörgu leyti. Þannig að það spurning hvernig það verður. En ég held að þurfa að spýta lóðan, við getum tekið við fullt af fólki. Hér þetta, eins og til dæmis ég og fleiri, þú alveg sama hvar sum störf eru unnin. Það sé góða fyrirbæri í internetinu, sem nú að flestu leyti gott, eða mörgu leyti gott. Þá geta mér unni hvað sem mörg störf eru orðin þannig. En hvort við getum tekið við miklum fjölda akkurat núna, ég ekki viss það, en vonandi verður. Okkur þarf að fjölga örlítið, en kannski ekki alltaf mikið, en ég held að við hefum gott af því að fólki hér myndi fjölga. Já, ég held að Ísland hefði mjög gott af því að það yrðu 2 borgir í landinu, ekki færri en það. Ég er sammálaður með það. Já, mjög gott. Það ekki engum til góðs held ég að of margir búa á sama punktinum. Við erum sammálaður. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Við erum nú vegna þess Bjössi, ég ætla að bæta við að hér ekki bara sól, hér menningarlífið, íþróttalífið og allt þetta sem að fólk getur dundað sér við og skemmt sér við undan vinnu, eiginlega alveg með ólíkindum mikið, allt sem hér í boði, til dæmis í menningunni, sinfóníu, hljómsveit, hér atvinnuleikhús og mjög góð áhuga leikhúsinn í grenndinni, alveg ekki bara útivist og aðstæður til þess að njóta lífsins út í náttúrunni. Og menning og íþróttir alveg með ólíkindum og aðstæða fyrir til dæmis íþróttir og menningu finnst mér með ólíkindum í ekki stærra samfélag. Hérna búa 20.000 manns og það eiginlega undarlega margt í boði. Mjög ótrúlegt hvað miklu möguleikar hér til þess að njóta lífsins að þessu leyti. Ég tek undir að þjónustustig furðu hátt í þessum bæ miðað við fjölda íbúa. Ég get sagt þér það við einar kringumstæður sem ég sakna ykkar alltaf fyrir norðan. Það þegar ég að leita að bílastæði. Já, ég trúi því. Já.
En Skafti Það ekki sérstaklega skemmtilegt að finna bílastæði í miðbúr Reykjavíkur. Ég get staðist það, þú ert ekki einn Skafti Hallgrímsson, það var mjög gaman að heyra í þér fyrir hönd ykkar Norrlendinga. Við á samstöðinni sendum bestu kveðjur til Akureyrar og fáum endilega að heyra í þér svona við og við eftir því sem að ertu ekki til í það að leyfa okkur að trufla þig svona nokkru sinnum á ári, bara taka aðeins púlsinn á ykkur? Jú, alveg sjálfsagt mál, bara gaman að því. Frábært. Og við skulum finnum eitthvað góðan dag sem ég get kannski sett síman út í glugga og sýndir veðrið. Annars er sko, þetta verið Tryggvi Gíslason, okkar gamli skólameistari, sem sagði að það er alltaf gott veður á Akureyri. Já. Svo bætti hann við alveg sama hvernig veður. Já. Við látum það vera loka orðin, Skafti. Já, takk fyrir spjallið. Við heyrumst aftur. Björn. Já, og þá er þættinum lokið í kvöld, kæru áhorfendur og hlustendur. Við förum aftur í loftið við Rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld. Við viljum minna ykkur á að ef þið hrífist af efni stöðvarinnar og sjáið ummerki það á internetinu, þá getið þið tekið þátt í dreifingu og vexti og viðgangi okkar efnis með því að dreifa því sjálf á ykkar samfélagsmiðlum eða með öðrum hætti. Við reynum í sameiningu að standa að þessari fjölmiðlun saman og eins og fyrr sagði í þættinum endilega lítið við á vefnum samstöðin.is og farið á hnappinn áskrift ef þið hafið lengi velt því fyrir ykkur að gerast áskrifendur en hafið bara ekki komið í við. En takk fyrir samveruna í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.